Góðan daginn, komið nú sæl. Við erum hér, ég er hér og þú ert þar og við erum að fara í ferðin okkar sem er smá eisa Guðs orði og því sem að Drottinn vill að við tölum hér. Og við höfum nú góða reynsla af því, það er nú gott eitt og við erum svolítið spennt jafnvel að heyra. Okkur líkar vel við þessa stund og það er ástæða til að líka vel við það sem er Guðs verk. Það er það sem okkur líka vel við, það er að segja ef okkur líkar þetta. Við réttir því bara svona hver afstaða þín er. En með því að temjast við svona efni, þá líklega og mögulega og hugsanlega gerist það að afstaða þín fyrir að snúast meira á sveif með því sem er Guðs. Og það er nú heilmikill akkur í því og vinningur fyrir mann þegar hann er kominn með sjálfan sig á þennan stað. Allt er þetta nú Guðs verk. Allt er þetta eitthvað sem Drottinn hefur lagt fram og er að vinna með og vinna í þér. Því allt snýst þetta uppstaðið þig hjá Guði. Til þess ertu nú hérna á þessari jörð. Þú ert ekki hér að vera með 1.000.001 skoðun á öllu og engu. Þú ert hér til þess að ganga í fótspor Jesú Krist. Hvernig lístu nú á svona boðskap? Þetta er nú það sem orð Guðs segir. Tilgangurinn okkar hér er að velja Guð og fylgja honum það sem eftir er lífsins og stíga héðan úr þessu lífi inn í hið eilífa líf sem var skapað til að þú getur verið þar. En af hverju gengur ekki bara þangað beint inn? Það er á ákvörðun einnar manneskju. Hún valdi nefnilega að taka bita úr hendi hans þess eina sem Drottinn var búinn að vara við. Af öllum trjánum í garðinu megið þið eta, en þið megið ekki snerta tréð sem stendur í miðjum garði og þá munið þið deyja. Sjáðu ekki eftir því að Drottinn gefur þeim orð, sannleikans orð, og eftir standa þau, Adam og Eva, með valmöguleika. Og í veikleika sínum, það er alveg ljóst að þau hafa verið búin sama veikleika og ég og þú, og í veikleika sínum og í málgleði þessa einstaklings sem var við þetta tré talar að þau á sitt band. Og þetta er nú það sem er að gerast enn í dag. Að maður og kona eru að tala mann og annan á sitt band. Sumir taka við þessu tali, aðrir hrista höfuðið og stíga frá. En allavega hvernig sem afstæðan var, voru þau í þessu umhverfi þar sem þau eru krafin val. Og ekki er alltaf sem við veljum rétt, og það vitum við. Adam og Eva völdu ekki rétt og lagði dauðan yfir allan heiminn sem að Jesús kom inn í og varði lífið sem átti alltaf að vera. Takk til því. Adam og svo Eva áttu að vera til eilíðar. Hvernig hljómar svona í þín eyru? Þú sem ert að horfa á jafnvel fólk deyja í þinni fjölskyldu, við höfum nú sennilega öll upplifað það sem erum komin til ára.
Þannig að við sjáum að dauðinn er raunverulegur. En í ljósi orðs Guðs er hann samt afstæður. Hann er sigranlegur, en bara með einum hætti. Og sá háttur heitir Jesús. Þannig að við þurfum ekki að vera undrandi á því að til séu menn eins og ég og þú sem að tölum með þessum hætti inn í þetta líf sem er svo afvegaleitt að engu tauti eða ekkert tal tekur yfir það. Samt hljómar hún þessi litla rödd í gegnum þetta allt að lífið sé eilíft. Já, það er eilíft. Mundu það. En það er ekki allir sem fara til ríkis Guðs og himnum. Það er stóri vandinn og hið graf alvarlega í málinu sem gerir að verkum að ég og þú og fleiri tökum það alvarlega sem við erum að gera. En við höfum ekkert vald. Ekkert nema það vald að stíga fram og tala það sem Drottinn er þegar búin að tala. Við höfum það vald. Og sumir eru duglegri við að beita því en aðrir. En þetta er valdið sem við höfum, með öðrum orðum. Drottinn frelsað okkur og, takk þetta því, við veljum að ganga hans veg. Mundu, veljum. Það tekur enginn þetta val frá mér og ekki heldur þér. Og ég vel og ég stend á því sem ég valdi. Ég læt engan taka það heldur frá mér. Ekki svo að skilja að það hefur verið reynt, en það myndi það hvort þið er ekki þýða. Þarna fengum við alveg svakalega flotta gjöf sem að segja mér það að ég, segðu þetta með mér, er frjáls manneskja. Og ég valdi Jesú. Hvað valdi þú? Eitthvað annað? Að gráta með heiminum. Að barma sér með heiminum. Að kvarta með heiminum. Að sækja á mann og annan eins og heimurinn gerir. Þetta er allt í boði. Og ég vel hvar ég vil vera. Það er búið að afskræma svo margt í þessum heimi vegna syndarinnar, myndu það. Að það er nánast ógerningur að koma af stað með neitt sem er satt. Fólk einhvern veginn lími sér svo við eigin óra að það er ekki nokkuð leið að rífa menn frá því. Þetta er náttúrulega mynd af aumum manni, hvort sem það er ég eða þú. Eini aðeili sem kemur á einhverjum breytingum sem við getum sett með stórum staf er Kristur. Og þessar breytingar sem hann gerir, þegar hann gerir það, eru allar til. Þær eru allar í orði Guðs. Og hann fer aldrei neitt lengra en orð Guðs segir. Þannig að við vitum, eigum að geta vitað, að það sem hann fæst við er allt til. Er ekkert nýtt, þannig séð, en getur verið spánýtt fyrir okkur. Það er í orði Guðs. Svo allt í einu hefur það raungerst í kringum mig. Orð Guðs. Það lifnar við. Og ég sé það að þetta er þarna í orði Guðs. Nýtt er í mér, en hefur samt alltaf verið til. Er þetta ekki merkilegt? Jú, vegna þess að orð Guðs er í alla staði merkilegt. Þess vegna er þetta líka merkilegt.
En þarna trúi ekki allir. Þarna trúi ekki allir. Og það er auðvitað vandinn sem að við erum að eiga. Hversu vantrúin er svakaleg. Af hverju? Ætli sé nú ekki vegna þess að mann gangi undir annan mann að segja það sem er rangt. Ég hugsa það. Og svo náttúrulega trúgirni okkar sem að trúum, já, kannski öllu nema því sem er rétt. Ekki rétt annars. Það er mikið ranglæti í heiminum og það er allt saman á ástæðu. Einhvers staðar kom það inn. Hver bar það inn? Einhver manneskja. Það er alveg ljóst. Kannski þú, kannski ég. Einhver manneskja. Manneskja hefur vald. Orð manneskju hafa völd og vald. Og þetta er engum neinn ný frétt. Allt sem skeður, bæði gott og vont, er á orðum manna og kvenna. Við sjáum þetta hvað gleggst í stjórnmálunum, hjá valdsarum vorum, Guð blessi þá, að þeir gefa út yfirlýsingu og það er allt orðið gjörbreytt allstaðar fyrir jafnir stóran hópa mönnum. Ein setning, orð einnar manneski með vald til þess að gera þetta og hitt var kölluð fram. Og ekkert verður úr neinu. Fjöldi manns var bara komið með vinnuhanskar á hendurnar, svo allt í hennu var bara hring, gefin út bjalla, hringbjalla og það verður ekki neitt að neinu. Það þyrfti ekki verið mig að gera þetta. Því ég hef ekki það vald sem þarf til. En manneski með valdi til, getur það. Og hvað segir þetta okkur? Biðjum fyrir valdherrunum. Og valdsherra þarna er auðvitað bæði maður og kona. Því þau hafa vald og burði til þess að kúvenda öllu. Eða byggja upp þannig að rétt sé. Akkur að biðja fyrir þessu fólki. Rétt eins og ég þarf það visku inn í sín mál. Og hver er þessi viska? Ég veit ekki hvort þú vitir það, en ég veit að viskan er Jesús. Og þess vegna notum við það sem hann er að bjóða okkur að nota til að verkin verði góð, sanngjörn, réttlát. Það er nefnilega til réttlæti í þessum heimi, en bara komist Kristur að. Mitt réttlæti í minni sinn er ekkert svona. Eigin viska nær ekkert upp í þær hæðir vegna þess að trúna skortir. En þegar trúin er komin, segir Biblían að ég skuli deyja sjálfum mér. Og hvað merkir það? Viska Guðs kemst að. Ekki mín viska, viska Guðs. Kennsla Guðs og það sem er Guðs kemst að. Þetta er ekkert flóknar en svona. En hversu mörgum gengur ekki illa að skilja þetta? Og hversu mörgum hefur ekki gengið illa að skilja svo margt? Af hverju? Maðurinn er syndum vafinn. Og það byrjaði allt við skilningstré góðs og ills. Byrjaði í gegnum 2 manneskjur. Og hvað gerðu þessar 2 manneskjur? Þær völdu rangt. Og í kjölfarið kemur fram óskapnaðurinn af þessu ranga valið þeirra og hvað er hann og hver er hann? Lygin, afsökunin. Og
eigin sjálfsréttlæting vellur út munn þeirra beggja. Hver voru orðin? Konan sem þú gafst mér tældi mig. Höggormurinn, flekkaði, ég man ekki alveg hvernig það var, höggormurinn fékk mig til að eta. Þetta vandinn. Og hvað gerist? Ég stend eftir stikk frí. Það vandinn. Svona samfélagið allt í dag. En ég vona nú að það sé ná ekki til okkar sem erum innan vébanda kirkjuna og Jesú Krist. En ég veit, eftir 30 ára reynslu og meira, að það einnig veljum við. Við veljum að ganga undir sannleikanum sem við þekkjum eða veljum eitthvað annað. Og því miður velja sumir eitthvað annað og hvað þetta fólk í dag? Við vita ekki. Og kannski höfum við aldrei vitað hvar við höfðum það. Og það mjög slæmt. Þannig við sjáum að kristinn maður getur ekki verið með sjálfans þarna. Og ég veit að eitthvað í hjarta kristins manns segir honum að vera ekki þarna. En hvar hann? Hann velur hvar hann er. Gengur hann með sannleikunum. Hann gerir það af því hann valdi það. Mundu það hann valdi það. Ég valdi þetta. Ég valdi á sínum tíma að segja og sagði við sjálfa mig, Konráð, nú hættir þú að rífast við Biblíuna. Ég hef ekki rifist við Biblíuna síðan. Af því ég valdi þetta. Og stáð á því sem ég valdi. Sumir hafa ekki valið að rífast ekki við Biblíuna. Þeir eru fólki sem eru í dag að koma með ykkur útskýringar á til að mynda þýðingunni. Það nú reyndar ég verið að vera sanngjarnt, það ekkert mikið að sé verið að tala þetta. En það örlar alltaf á því og ég verið alltaf svolítið skrítin í framan í hver skipti að því mér finnst þetta rangur boðskapur. Ég bara segi það beint út. Ég held að þeir sem að tala með öðrum hætti sé ekki sammálið þetta sé rangur boðskapur. Þannig erum við komin að grunninum að þessu öllu saman. Konan sem þú tældi, sem þú gafst mér, tældi mig. Þeir eru með endalausar afsakanir á öllu. Í staðin fyrir bara að segja, hér er ég, hér er trúin mín, Drottinn, nota hann eins og þú vilt. Og þá kemur ekkert svona upp. Og svo er það spurningin, hvað viljum við? Ég sem trúaður maður, tala líklega fyrir hönd trúaðra manna, að við viljum auðvitað bara meira Kristi og segjum það í sannleika. Ég efast ekkert það. Það er gott að vera með þessa yfirlýsingu og 100 sinnum betra að ganga fram í henni. Val. Þetta hræðilega val. Þannig ég sé að ég er án afsökunar. Biblían segir mig án afsökunar. Því að Biblían hefur kennt mér það mikið að ég á að vera með burði í mér sjálfum til að vita hvað er rétt og rangt. En stundum vel ég ekki það sem er rétt. En þann dag í dag vel ég það sem ekki er rétt. Konan sem þú gafst mér, töldi mig, ég get ekki sagt það. Þetta snerist alltaf mig og mína ákvörðun, mitt val og mín verk og þannig er enn þann dag í dag. Jafnvel þó ég væri með konu mér við hlið í dag sem ég er ekki, þá væri það samt þannig í grunni að sem einstaklingur
ég verð aldrei neitt nema einstaklingur. Teki ákvörðun. Og væri ég giftur maður, og kannski bæri ég nú það undir makan, en það er ekkert víst að það sé í öllum tilvikum. En ákvörðunin kemur. Hún líklega er nú að sveif með hjónabandinu og fjölskyldunni, en það er ekkert að vera það. Val. Ég segi í Jesú nafni, degi sjálfum mér. Þá er hann orðin mér allt. Og líf mitt er blómlegt, blómstrar, fallegt. Og ég á góða fjölskyldu, ég á góða vini, og svo framvegis og svo framvegis. Að því með vali mínu var ég smá saman bara, það sem ég átti alltaf að vera. Að vali. Stundum vel ég rá. Og afleiðingarnar blasa við vegna þess að rátt, alveg svo rétt, mun birtast mér. Einhvers staðar og einhvern tíma, þá getur blasa við rústir. Árin á undan voru hallir, kannski, segjum það. Árið seinna blasa við rústir. Val, og á þessum tíma hrundi allt. Mörg ára á milli, kannski áratugir. En á þessum stað hrundi allt. Af vali. Við getum ekki neitað því að svona er þetta. Því að þetta er nákvæmlega staðan. Þannig að þetta val er stórkostlegt. Ég vildi ekki vera án þess. En núna á ég Krist og get tekið ákvarðanir af mínu vali út frá því sem Drottinn hefur boðað. Og hvað merkir það? Gæfa. Gæfa. Góður vegur. Yfirflæðandi nektir. Allt. Að valið því að þjóna honum. Af hverju? Að því það fylgir því að þjóna honum þessi skipti. Og því verður ekkert breytt. Það er nefnilega til eitt sem heldur. En þú þarft að vera þar til að það haldi. Og hvað er þar? Ríki Guðs meðal okkar mannana. Það er það sem er átt við. Og þar, eins og allstaðar annars staðar í lífinu, hefur þú valkosti. Sem einstaklingur hefur þú valkosti. Og þú ferð þann veg sem þú vilt sjálfur, en er hann vegurinn sem Drottinn lagði. Það er ekkert örugt, en þú valdir. Og hvað er þetta að segja mér? Vertu vel að þér í fræðunum. Og ég segi, berðu ábyrgð sjálfur og sjálf á þinni trú. Ég get ekki borið hana fyrir þig, né þú fyrir mig. Það er engum manni gefið slíkt vald. Ég lít Drottni og ég lít honum algjörlega sjálfviljugur. Jafnvel hann hlutast ekki til mitt val. En hann gerir annað. Hann kennir mér lexíuna. Hann segir mér hvað er rétt og hvað er rangt. Og trúin fær þetta sem fóður og vinnur með þetta fóður og ég tek oftar guðlegar ákvarðanir. Þannig er það. Að því sem ég fóðuraði mig á. Heimurinn er ekkert þarna. Hann er fullur af sjálfsvorkunn.
Hann er fullur af ásökunum í garð annara. Hann er með allt saman í kringum sig ómulegt sem segir ég einn er í lagi. Og hver trúi því? Svona er maðurinn sem misti fótana, lifir í blekkingar heimi, sveiflast til eftir vindátt, hvað sem er í gangi. Það heitir líka tíðarandi. Og hver er tíðarandinn í dag? Æ meira guðleysi. Það er tíðarandinn í dag. En þessi tíðarandi með þetta guðleysi er ekkert nýr. Hann hefur verið allar götur frá því að Kristur komi í þennan heim og var auðvitað á undan. Ef við lesum Gamla testamentið sem var með lögmál sem átti nú að leiða það áfram, hver fór eftir þessu lögmáli? Það fór enginn eftir þessu lögmáli. Og það gat heldur enginn farið eftir þessu lögmáli. Lögmáli var sett fram til þess að það væri ekki hægt að fylgja því eftir vegna þess að Drottinn ætlaði sér, Guð á himnum ætlaði annað. Ætlaði Krist og hann kom. Fyrir trú á hann fylgi ég honum. Fyrir trú á hann get ég fylgt honum. Það er val að fylgja honum. Hvað valdið þú í dag? Já, ég veit ekkert um það, ég er ekki þú. En hafirðu valið Krist, segi ég, og þú veist það líka, valdir þú minn kæri og kæra rétt. Valdir þetta. Ekki ykkur annar tók fyrir að vildu nú Krist í dag? Já, herra, ég skal vilja Krist í dag. Hlæruðu svo eftir, því þú ætlar ekkert að fylgja Kristi í dag. Þú sagðir það bara. Við grípum til lýginar þegar þörfur á. En ekki kristinn maður með heilagan anda í sér. Hann er varinn af lýginni. Líka fyrir sér sjálfan. Og ef hann lýgur, trú ég að einhver innra með hann hreyfist. Þannig er nú með það og þannig er með þennan ágæta Guð minn að hann er svona, vinnur svona. Hann hefur afl, hann skiptir sér ekki að mínu vali en hann hefur að mér aðgang sem hreyfir og það heitir samviska. Og ég veit að þetta var nú ekki viturlega mælt hjá mér áðan og til þess að fá sjálfan sig aftur á þann stað sem maður vill vera á, þá biðst maður fyrirgefningar á og afsökunar á. Og jafnvel segir svakalega orðið, ég mun ekki gera þetta aftur. Svakalega orðið. Ég hef sagt þetta. Og ég hef ekki gert það aftur. Þetta er ákvörðun og ákvörðunin kom af þessu vali mínu. Mundu það? Sama gildir með þig. Og hver er staðan? Þú ert með 1.001 áform. Kastaði því út og veldu eitthvað eitt og vertu þar. Já, þú getur ekki staðið í 1.000.000 áform frekar en ég. Hafðu þau bara til hliðar og veldu eitthvað eitt. Statt á því. Veldu svo annað. Þegar þú sér það hitt er að virka. Þú þarft ekki að fá allan heiminn yfir því bara hér og nú allt sem þú ert að panta og biðja um. Veldu eitthvað eitt. Aldrei er að vita að Drottinn láti þig hafa það. Og meira, kenni þér að fara með það. Við fáum þetta og hitt sem er gott, en við þurfum að læra að fara með það, sem er ekki víst að við gerum, en getum lært.
og þá verður þetta eins og gullið okkar, gersamatnin okkar, sem við viljum bara aldeilis ekki missa frá okkur. Við höfum lært að fara með það eins og Drottinn gerði það. Við veljum að fara að dæmi viskunnar. Val. Og þetta þekkir þú alveg jafn vel og ég. Hvernig valið heldur þið frá til að mynda illu. Og hvað er illt í augum, segjum áfengisneytandan sem missir tökin, er það ekki áfengið? Hann valdi á einum stað að láta það til hliðar. Og lífið án áfengis byrjar. Er það leiðilegt? Er það erfitt? Er það þungt? Er það tómt basl? Er af því vali sem þú velur. Ég segi, gerðu það skemmtilegt. Hafðu gaman að þessu nýja lífi þínu, en ég get ekkert gert meira. Ef þú gætir þín ekki og ég, kemur mæðan yfir og hún hertekur þig frá A til Ö. Ekki vera þar. Veldu betra hlutskiptið. María valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið, sagði Drottinn við Mörtu, sem var að mæðast yfir þessu hangsi á Maríu systur sinni. Hún var á fullu við að annast gestina og María átti að vera þar með henni. En Kristus sagði, María valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið. Valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið. Þetta er orð beint úr orði Guðs. Handa þér og handa mér. Veljum góða hlutskiptið. Veljum samfylgdina með Jesús. María gerði það. Og María er í Biblíunni. Af því hún gerði það sem hún gerði. Ég er ekki í Biblíunni. En ég er að læra af Maríu. Þú ert ekki í Biblíunni. En þú ert að velja sama og María. Og Kristus stendur með þessu valið þín og hann segir, hei, þessi valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá honum eða henni tekið. Drottinn er enn hinn sami. Og það sem hann sagði er enn að virka. Þetta er boðskapurinn sem hefur gengið frá kyni til kyns. Við sjáum svolítið annan tón þarna heldur en afsökunar tón Adams. Konan sem þú gafst mér tældi mig. Höggormurinn fékk mig til að eta. Afsakanir. 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 En María var ekki þar. Hún stóð á sínu vali vegna þess að hún vissi að það var rétt af henni að velja það sem hún valdi. Auðvitað sá hún mörtugreið á þeysingi og sjálfsagt fengi frá hún augnaráð sem hinn sérnilega skildi. Við veitum nú alveg hvernig við erum. En hún lét það ekki hindra sig í að halda góða verkinu áfram. Góða verkið þarna var að sitja við fætur Jesú. Og hvað meira? Hún var að læra af orðum hans.
Og það er þetta sem við þurfum að gera. En mundu það að fara þangað er val í dag. Þegar þú kemur á stund, hvað var það annað en að vali og svo ákvörðun? Stundum er það að fara á stund átök. Hvað verður ofan á, veit ég ekki, en það sem verður ofan á er að vali þínu, þrátt fyrir átök og undan. Og þegar þú velur til að mynda það að fara á stund þegar átök er í þér, það gerist ekkert alltaf, það getur gerst og gerist stundum, þá ertu orðin María í raun og veru. Og Drottinn segir, ef einhver kemur með ásökun, Konni er alltaf á þessum stundum, Konni valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá honum tekið. Af hverju segi ég þetta? Það stendur í Biblíunni. Og orðin þar, þau bara virka. En ég þarf að gera rétt til þess að þau virki rétt fyrir mig. Og það er rétt val dagsins að þjóna Jesú. Þú ert að þjóna Jesú þegar þú kemur á stund. Því að þú situr á sama stað og María sem var á stund og þáði frá Jesú. Og Drottinn segir, María valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið. Þannig að þegar þú ferð á stund, þá valdir þú góða hlutskiptið. Þú ert ekki þarna til þess að lyfta lóðum og svona, ekki þarna, þú kannski gerðir það áður, þú ert komið þangað til þess að heyra það sem Drottinn hefur að mæla. Men ég er nú bara að horfa á mennesku. Rétt. En mannesku sem heilagur andi er í, og þar er Jesús. Þannig hún er að tala það sem Drottinn er að bjóða. Alveg svo væri Drottinn sjálfur á staðan. Þetta er það sem að Drottinn gerði. Það er þess vegna sem er svo mikilvægt að við skiljum boðskapinn. Og við skiljum boðskapinn æ betur með því til að mynda hlusta, með því til að mynda lesa, með því til að mynda biðja, með því til að mynda elska það sem er Drottins. Og hvað er Drottins? Samfélagi. Engum. Hann elskar sitt samfélag og talar með þeim hætti. En hvað með mig? Samfélagi. Hann og meiri líðurinn maður. Akkur. Hvað er samfélagi gert þér? Það svaraði mér því. Allir bara nokkuð. En hver ræður svo sem afstöðu manna? Það er þess vegna sem við erum að lesa. Það er þess vegna sem við erum að biðja. Það er þess vegna sem við erum að fræðast í orði Guðs að við viljum deyja svona löguðu. Veið ekki? Við vitum að þetta er kjaftæði. Að tala með þessum hætti sem að eiginlega burtskýrir Drottinn út úr allri mynd. Vantrúin gerir það. Og vantrúin er á þeim stað að það er hægt að segja henni hvað sem er, en ekki mér og þér. Að við eigum Drottinn sem ver okkur fyrir hverju sem er, þess vegna. Nema þessu góða sem hann er og frá sér. Konan sem þú gafst mér tældi mig. Við erum ekki þar. Ef okkur verður á, þá segir við Drottinn, fyrirgeðu mér, ég sé eftir þessu og ég vil hætta þessu og ég vil breyta þessu núna. Val. Það er þetta sem við þurfum að gera. Við höfum að hætta afsaka okkur, við höfum að hætta koma með eitthvað orðakingi til þess að útskýra okkur. Við segjum bara, mér var á
og ég vil biðast afsökunar á því og nú vil ég leggja það til hliðar. Þetta er það sem Drottinn vill að þú gerir. Og ég líka. Og ég hef nokkur sinnum gert, alloft kannski, og þar með hefur lífið mitt breyst sem þessu nemur. Allt var þetta af vali. Ef að ég gat breytt lífi mínu, þá getur þú það líka, því ekki er ég öflugri maður þér. En ég leitast við að gera það sem Drottinn er að bjóða. Og það eru skilaboðin sem ég skil eftir fyrir þig og fyrir okkur öll að fara eftir. Í Jesú nafni. Ef við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðfinnsson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.